Já, góði landsmenn, staðan 20-15 í frábærum leik Íslendinga og Dana. Það virkilega stórgott íslenskt lið sem hérna út á vellinu núna. Örn, fyrstu viðbrögð. Þetta frábær leikur, alveg frábær leikur og virkilega gaman að sjá hvernig 5-1 vörnin að smella hjá strákunum. 15 mörk í fyrri hálfleik, þetta svolítið mikið en það feikilega gaman að sjá hvað Ragnar grimmur hérna úti fyrir og stígur frjálslega út í þessu frjálsarhlutverki og þegar þeir að pressa á Hannes þarna inn í línunni og hann á barningi þá hann duglegur á leið sinna og það ég mjög hrifinn af. Já, Ragnar, hann hreinrættaður miðjumaður af gamla skólanum. Hann ekki ólíkur honum Hlyni Jakobssyni og okkar gamla landsliðsfyrirliða en hann birtist einmitt óvænt hérna í stúdíói. Þú lætur ekki þitt þetta líka þegar landsliðið að spila Hlynur og já, fyrstu viðbrögð þín við þessum fyrri hálfleik? Já, þetta náttúrulega bara handbolti og klassískur handbolti á öllu sviðum, sko. Tölum aðeins sóknarleikinn. Við erum að setja 20 mörk hérna og 3-4 af þeim algjört konfekt hérna upp í samskeytin. Þetta eru glæsileg mörk. Það að koma hérna nokkuð mörk langt utan af velli og væri nú að segja að þetta minnir mig á hann Hlyn okkar. Svona sérstaklega þegar við spiluðum hérna í seinni tíð með Vetslarliðinu, þá var hann þekktur fyrir þessar neglur utan af velli og það bara engin leið að stöðva þetta. Já, bara handbolti snýst náttúrulega bara um að skora mörk og sérstaklega skora mörk, sem sagt fleiri mörk heldur en svo sem út að spila við. Já, Hlynur, við erum með jafnan leik, það allt undir, þú ert gamall fyrirliði, þetta eru Danir, þetta engin venjulegur andstæðingur. Hvað fyrirliði landsliðsins inn í klefa að segja núna? Hvernig hann að peppa mannskapinu upp fyrir seinni hálfleikinn? Bara út að drepa, sko. Þú veist, bara berja menn, bara berja þá, sko. Bara á þessum tímapunkti, það bara... Nei, fuck! Nei! Herðu, ekki skot, ekki skot!